Þá komið að spurningum nefndarmanna og fyrstur á mælendaskrá fulltrúi Samfylkingarinnar, Magnús Orri Schram, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir. Við erum að byrja á því að þakka Framsóknarflokknum fyrir að eiga frumkvæði því að við höldum þennan fund og setjum sér niður og ræðum verðtrygginguna. Til grundvallar liggur fróðleg skýrsla sem unnin var fyrir ráðuneytið. Mér finnst þessi skýrsla sýna það ágætlega að verðtryggingin fyrst og fremst tæki til að fást við óstöðuleika í íslensku hagkerfi, þar sem við búum við lítið opið hagkerfi og eru mjög háð útflutningstekjum. Íslenska krónur endurspeglar þann veruleika með því að vera óstöðug. Það líka sýnt í þessari skýrslu að lífeyrissjóðirnir, þar að segja sparnaður okkar landsmanna, myndi ekki geta fengið nógu góð ávöxtun á sína fjármuni ef verðtryggingar nýta ekki við, þegar þyrftu það annarkvort að hækka iðgjöld eða skerða lífeyri. Það væri hvorki í fullkni fisk og lífeyriskerfi okkar án verðtryggingar. Að svo komnu máli. Það líka ljóst að ef ekki væri fyrir verðtryggingu þá myndu lánveitendur krefjast hærri vaxta. Þannig að mér finnst að einhverju leyti þessi skýrsla draga það fram að ef við ætlum að líta á verðtrygginguna sem vandamáli þá kannski verið að kenna dráttarvélinu uppskerubrestin. En ég vil eiginlega í mínu máli aðeins velta fyrir okkur hvaða valkosti við höfum í stöðunni og spyrja ráðherra hverja hann telji að vera kannski framtíðarskipan okkar myntmála. Því að mér finnst þessi skýrsla sýna það ágætlega að við verðum að horfa fram á við. Það er ljóst að breytingar á verðtryggingunni leysa ekki vandamál fólks í skuldavanda í dag. Þú segir ráðherra að með stöðuleika að þá muni vægi verðtryggingarinnar minnka. Telur þú það raunhæft að með óbreytta skipan myntmála hér hjá okkur getum við vænst þess að búa við þann stöðuleika sem við þurfum til þess að vægi verðtryggingar verði minna? Er þetta ekki bara fylgifiskur eða kostnaður við það að búa í opnu hagkerfi? Og þá leið myndi ég gjarnan vilja spyrja ráðherra hver hann álíti svona vera framtíðarskipan gjaldeyrismála inn í Evrópusambandinu. Menn hafa fyrst og næst verið að horfa til evrunar í þessu sambandi að tengjast eða taka upp nýjan gjaldmiðil út frá stöðu kannski evrunar í dag og vandamálum sem knýja á með stöðu Grikkja. En ég held að þessi skýrsla sýni að við þurfum verðtryggingu við óbreytta stöðu mála ef við viljum okkar sparnaður ávextist, því að við viljum hafa sterkar lífeyrissjóði. Þar fyrst og fremst rót vandans. Takk fyrir það, Magnús Orri, gjörðu svo vel, ráðherra. Já, það er kannski fyrst aðeins stuttlega að lífeyrissjóðunum. Það verður reyndar að benda á að lífeyrissjóður gætu auðvitað keypt óverðtryggð skuldabréf bæði af sínum viðskiptavinum beint eða af íbúðalánasjóði eða ríkinu. Og líklega væri hægt að semja kjör á þeim þannig að lífeyrissjóðirnir fengju einhvað svipaða ávöxtun og þeir eru að fá nú. En vandinn væri eiginlega fyrst og fremst lántakendana að þessi lán væru miklu óþægilegri fyrir þá heldur en þau verðtryggðu lán sem að sjóðirnir eru að bjóða núna, þannig að líklega yrði þetta aðalega íþyngjandi fyrir lántakendur frekar heldur en lánveitendur, en auðvitað er það þannig að það sem slæmt fyrir lántakendur er alla jafna líka slæmt fyrir lánveitendur. En valkostir í stöðunni í gjaldeyrismálum að þeir eru auðvitað í grundvallaratriðum tveir. Það er alveg ljóst að við verðum með krónuna enn sinn, en það hins vegar liggur ekki fyrir hvort við verðum með hana til frambúðar, þannig að við þurfum á einhverjum tímapunkti að ákveða hvort að við ætlum að þá væntanlega taka upp evru. Það er nú eiginlega eini raunhæfi valkosturinn í myntmálum. En það er hins vegar engin skammtíma lausn, það er eitthvað sem að mun taka allmörg ár. Ég veit auðvitað ekki frekar nærri hvað kemur út úr þessum hremmingum í Evrópu núna. Ég ætla nú að leyfa mér að spá því þó að evran muni lifa þessar hremmingar af. Ég fæ nú ekki séð að neitt landana sem nú á í erfiðleikum væri betur sett með því að reyna að hverfa út úr myntsamstarfinu. Og raun og veru erfitt að hugsa sér að það gerist nema að fjármálakerfið viðkomandi lands hrindi alveg svipað á það íslenska gerði 2008, þá getur menn í kjölfarið farið að hugsa mjög róttækar lausnir eins og að taka nýju upp sjálfstæðan gjaldmiðil. En ég ætla nú að vona að mönnum tækist að afstýra því, en til þess að vera alveg heiðarlegur þá verð ég líka viðurkenna að þetta eru mjög
alvarlega fréttir sem við fáum frá ýmsum nágrannlöndum okkar. Það reyndar ekki öll þeirra með evruna því að það eru mörg lönd í Evrópu í miklu vandræðum, til dæmis Bretland með sín ríkisfjármál án þess að vera með evru. En mér þykir nú samt líklega en ekki að menn náu tökum á þessu bæði skuldavandanum og ríkisfjármálavandanum í Evrópu og það róist á smá saman og þegar það kemur að því að við Íslendinga förum að taka þessa ákvörðun eftir allmörg ára þá verði komin ró á þessa markaði, þannig að valkosturinn að taka upp evru verður þá nokkuð skýr og með þeim kostum og göllum sem honum fylgir.